Eva Joly segir réttarkerfið sniðið til að halda lífsgildi við þeim ríku og valdamiklu þrátt fyrir dóma sleppi þeir undan refsingum. Eva Joly segir réttarkerfið Vesturlanda sniðið að því að dæma fólk í lægri lögum samfélagsins. Reynslan sýni að erfiðara sé að sakfella þá ríku og valdamiklu sem jafnvel sleppi undan refsingum eftir að dómar hafi verið kveðnir upp. Heimir Már Pétursson. Eva Joly segir að 9 ár hafi liðið frá upphafi 11 rannsóknar í Frakklandi þar til einstaklingar voru leiddir fyrir dóm. Mörg ár geti því liðið þar til dæmt verði í mögulegum undanskotsmálum og ólöglegum viðskiptaháttum í tengslum við bankahrunið hér. Because what do characterize economic crime and economic criminals is that they are very seldom caught, very seldom sent to justice, very seldom convicted, and when they are convicted, they very seldom serve their sentences. And this is something that you see all over the world. Það sé engu líkara en ákveðin hluti samfélagsins sé hafin yfir lögin. Eva vitnar í franska félagsfræðingin Brodel sem lýsir samfélaginu eins og 3 hæða húsi. Á neðstu hæðinni sé fólk sem steli sér til matar og framfærslu og borgi enga skatta. Millistéttin sé síðan á annarra hæðinni fylgja almennt lögum og greiði skatta. And on the 3rd floor you have the elite that do not obey the laws and that do not pay taxes either. So this used to work as long as the 1st and the 3rd floor was rather small. But what is now happening in the world is that it's the 2nd floor that is supporting the society that is diminishing, and this cannot go on anymore. Eva segir að í lýðræðisþjóðfélagi eigi þjóðfélagið að þola það að áhrifaríkir menn séu dregnir fyrir rétt, en sjálf þurfti hún á lífvörðum að halda tíma og meðan 11 rannsókninni stóð í Frakklandi. The general rules is then when powerful rich people feel threatened, they often take the means to defend themselves with means that are not foreseen by the law books. Like, you know, throwing dirt, for instance. That is one thing that happens very often. That happens to me. They start looking into your past, into your family life, to find the weak points.